Nú ætlum við aðeins að skoða reglur deilanleika. Deilanleiki er þegar við erum að skoða hvort að einhver ákveðin tala gengur upp í aðra tölu, það er að segja þannig að útkoman sé heil tala, ekki komma neitt. 2 til dæmis gengur upp í 4 af því að 2 × 2 eru 4. 2 gengur líka upp í 168 af því að 2 × 84 er 168. 1 er margföldunar hlutleysa. Það þýðir að margfalda með einum breytir engu og að deila með einum breytir engu heldur. Og þar af leiðandi gengur 1 upp í allar tölur. Þurfum ekkert að pæla í einu. 2. Tölurnar sem 2 gengur upp í eru allar sléttar tölur. Það eru tölur sem enda á 2, 4, 6, 8 og 0. Þetta eru tölur eins og 1264 af því að það endar á 4. Þarf ekki að skoða, það skiptir engu máli hvað þetta er stór tala, ég horfi bara á afturstu töluna. Ef hún endar á einhverjum af þessum, þá gengur 2 upp í hana. Þá veit ég það og get bara að finna út hvað það er. 3 gengur upp í ef 3 gengur upp í ef að 3 gengur upp í þversumana. Þversuma, ef ég tek tölustafina sem að talan er gerð úr, eins og til dæmis 1200, hérna ef ég legg töluna saman, 1 + 2 + 3 + 9, þá fæ ég 15. Og 3 gengur upp í 15, þá veit ég að 3 gengur upp í 1239. 4 gengur upp í tölu ef 4 upp í 2 oftustu tölustafina. Ef að talan endar á 12, til dæmis, skulum bara skrifa tölaganni, 13.612, þá horfi ég bara á öftustu 2. Ef 4 gengur upp í öftustu 2, sem er 12, já, þá gengur 12 upp í restina af tölunni. Þetta er vegna þess að ef við tökum 12 frá, þá er 13.600 eftir og 4 gengur alltaf upp í 100. Það er 25 sinnum, þannig að þetta er bara, hvað er þetta oft 25 sem eftir er, þannig að það er ástæðan fyrir því að þetta virkar. 5 og það er ef talan endar á 5 eða 0. Þetta eru tölur eins og 135 eða 360 eða bara aftasti tölustafurinn er 5 eða 0. Þá gengur 5 upp í hana.